Bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér í sal og bæjarskrifstofnum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkommen til 253. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 578 og 579 teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Eigna skipulags- og umhverfisnefndar númer 213, hafnarstjórnar númer 202 og 203 sömulegis teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Fræðslunefndar númer 59, menningar- og nýsköpunarnefndar númer 3, íþrótt- og tómstundunefndar númer 51 og síðan hér nokkur almenn mál. Það fyrst viðauki 5 við fjárhagsárið 2018, síðan erindisbréf safnanefndar, síðar umræða, svo móttakan hérna nemenda í leik- og grunnskólum. Þetta er semst tengslum við gildandi handbók, tengslum við sameiningu, úthlutunarreglur og tímafjöldi leikskóla, reglur fyrir frístundaheimili í Fjarðabyggð, reglur afskriftir krafna, innkaupareglur Fjarðabyggðar, reglur styrkveitingar til greiðslu fasteignaskatts, reglur styrk í tengslu við atvinnuuppbyggingu til endurgerðar gamalla húsa og fasteigna í eigu Fjarðabyggðar og reglur ferðakostnað starfsmanna á vegum Fjarðabyggðar. Þá hér sömuleiðis tillaga í lokin stjórnkerfisnefnd 2018, þar sem lagt til að bæjarráð verði skipuð sem stjórnkerfisnefnd og nú þekkt hjá okkur til þess að fara yfir og rýna það stjórnkerfi og stjórnskipulag sem við erum með núna. En þá göngum við til dagskrár og fyrst fundargerðir bæjarráðs númer 578 og 579 orðið laust þar. Eydís Ásbjörnsdóttir við biðjum orðið, gerðu svo vel, Eydís. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil fara hérna yfir nokkra liði í fundargerðum bæjarráðs 578 og 579. Það er liður 1.1 í fundargerð 578, starfs- og fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar. En fjármálastjóri kom inn á fundinn og fór yfir úthlutaðan ramma og fjárhagsreimir bæjarráðs sem verður svo vísað í áframhaldandi vinnu til sviðsstjóra. Langar samt taka hérna aðeins fram að bæjarráð sem og aðra nefndir eiga að skila launaáætlun 28. september næstkomandi. Formenn nefnda og sviðsstjórar munu koma og hitta bæjarráð fyrstu vikuna í október og svo á að skila einu starfs- og fjárhagsáætlun einstakra málaflokka ekki síðar en 15. október næstkomandi. Það er liður 1.2 og svo liður 2.2 í fundargerð 579 þar sem lagður fram viðauki númer 5 vegna samþykktra útgjalda og meðal annars það út af sameiningu sveitarfélaganna Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar, en þessi viðauki verður afgreiddur hér á eftir undir önnur mál. Liður 1.4 tilraunaverkefni í húsnæðismálum á landsbyggðinni, en Íbúðalánasjóður hefur auglýst tilraunaverkefni í húsnæðismálum á landsbyggðinni og markmiðið þeirra að leita leiða til að bregðast við þeim húsnæðisvanda sem ríkir viðsvegar á landsbyggðinni og meðal annars vegna óvirst íbúðar og leigumarkaðar og skort á viðunandi íbúðarhúsnæði. Við fólum fjármálastjóra að vinna máli áfram í samvinnu við bæjarstjóra og senda inn umsókn Fjarðabyggðar þá í framhaldinu sem er spennandi verkefni. Liður 1.5 fræðslufundur fyrir sveitarstjórnarfólk. KPMG býður nú námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn í tengslu við fjármál sveitarfélaga, fjárhagsáætlanir og ársreikninga. Og námskeið verður haldið í grunnskólum á Reyðarfirði þriðjudaginn 2. október klukkan 16 og vil ég hvetja kjörna fulltrúa til að nýta sér þetta tækifæri og mæta. Það er liður 1.7. Það er framlög til sérstakra verkefna sóknar áætlunarsvæða. En það kom auglýsingu frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra eftir umsóknum framlög sem veittir á grundvelli stefnumótandi byggðaráætlunar fyrir árið 2018-2024 sem tengist aðgerð C1 sem er þessi sértæku verkefni.
Við bæjarráðið tók þetta fyrir og það í rauninni landshlutafélögin sem að sækja þetta, en bæjarráðið vísa því til Sambands sveitarfélaga á Austurlandi, SSA, tillögu að sækjum styrk fyrir sköpunarmiðstöðina á Stöðvarfirði og bara vonum við að það gangi allt eftir. Það liður 2.3 sem byrtist í fundargerð 579 snjallsímanotkun í grunnskólum Fjarðabyggðar, þar sem að við vorum að fá tilbaka tillögu frá nefndinni og þar sem nefndin leggur til að nemendum í grunnskóla sem meina að komi snjalltækin sín í skólan frá og með áramótum nema með sérstakri undanþágu skólastjóra og samhliða verður snjalltækja kostur skólana bættur eins mikið og mögulegt með forsendu fjárhagsáætlunar. Bæjarráð samþykkti tillögu fræðslunefndar og ég veit að formaður fræðslunefndar Sigurður Ólafsson mun koma á eftir að fara betur yfir þetta mál. Og langaði aðeins að koma, svo liðir 8 og 9, þeir snúa af reglum og samþykktum frá nefndum vegna sameiningar Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar. Þannig það verður einnig tekið undir önnur mál á eftir. Það liður 2.17, en í dag og á morgun haldið landsfundur jafnréttismála í Mosfellsbæ sem ber yfirskriftina Ungt fólk og jafnréttismál. Helga Elísabet Beck Guðlaugsdóttir félagsmálastjóri situr þennan landsfund fyrir Fjarðabyggð. Liður 18, það vatnsveitumálin á Fáskrúðsfirði sem hefur verið mikið áhyggjuefni og hefur í raun verið árabil og við fórum yfir þessi alvarlegu stöðu í bæjarráðinu og vísum því til eignaskipulags- og umhverfisnefndar til umfjöllunar úrvinnslu og þau brugðust hratt við og fóru í þetta mál samdægurs þar sem var fundur hjá nefndinni og það hefur þegar verið brugðist við og sagði áðan og búið hingað 2 dælur til að létta ástandinu og það líka búið að því best veit að panta 2 nýja dælur og verið að gera ráðstafanir nýjan vatnsstang sem nauðsynlegt til að taka þessu ástandi. Takk. Takk fyrir Eydís. Tvennt sem náðist hér í byrjun. Bæjarfulltrúi vakið athygli mína á því að hann vanhæfur undir lið 8 í fundargerð 578 fiskeldi álitin bæjarráðs. Ragnar Sigurðsson hefur óskað því, þannig að hann verið tekinn á eftir bara sá liður til umræðu atkvæðagreiðslu, en fundargerðin þá teknar hér núna áfram til umræðu. Síðan ætla ég óskað til því að leita afbrigða hjá bæjarfulltrúum vegna kosningar varamanns á landsþing Sambands sveitarfélaga sem haldir í næstu viku. Jens Garðar Helgason forfallaður og hans varamaður Dýrun Pála einnig, þannig að Ragnar Sigurðsson kemur sem aðalmaður eða tekur sæti varamanns, réttara sagt. Þannig að ég þarf að leita því ef ekki hefur því andmælum að kjósa það hér sérstaklega eftir. Því að kveður á í lögum kosningu fulltrúa á landsþing að það þarf að taka það inn í bæjarstjórn og við gerðum það á fyrsta öðrum fundi nýjar bæjarstjórnar. Jafnframt í tengslum við það þá gerir ég ráð fyrir því að á næsta ári þá muni fjölga fulltrúum okkar á landsþing einn til viðbótar með að við íbúatölu og hún verður okkur yfir 5.000 í lok þess árs. Þannig að þá muni breytast það fórsendur, en það nú seinni tíma. Enginn hefði andmann, þá tökum við þá kosningu hér sem lið 20 og en þá áfram orðið laust fundargerð bæjarráðs að undan skildum lið 8 í fundargerð 578. Sigurður Ólafsson beðið orðið gerðsfél Sigur. Já, forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara aðeins yfir lið 2.3 í fundargerð 579 úr bæjarráði þetta ágæta snjallsíma mál. Útskýra það aðeins sem virðast telja okkur í fræðslunefnd vera hálfgert afturhald
og hálfgerða luddýta eða vélbrjóta, fólk sem getur ekki sætt sig við tækniþróunina. Þannig að mér langar að útskýra aðeins hvað liggur á bak við þetta mál. Við fengum það reyndar svona í arf frá fyrra bæjarráði. Fyrri meirihluti sendi þetta mál til fræðslunefndar og við tókum þetta fyrir fljótlega eftir að við tókum til starfa. Við náttúrulega erum ekki sérfræðingar í líðan eða námi barna, þannig að við kölluðum eftir áliti í málinu frá annars vegar skólaskrifstofu Austurlands og hins vegar frá skólastjórnendum. Og álitið frá skólaskrifstofunni var það sem að vó svo erum við einna þyngst í þessari ákvörðun. Það var mjög afdráttarlaus niðurstaða þeirra að þessi tæki og notkun þeirra hefði slæm áhrif á námsárangur og athygli barna, en líka á líðan og andlega heilsu, sem ekki síður alvarlegt. Það kom einnig álit frá skólastjórum. Þeir höfðu áhyggjur af því að menn gætu ekki nýtt sér kannski kosti internetsins til kennslu ef að það vantaði snjalltæki. Þannig að þeir vildu ekki ganga svo langt að banna símana nema það farið þá í að græja skólana upp til að kenna í takt við tíman, og það svo hluti af niðurstöðunni að við ætlum að snjalltækja væða skólana eins hratt og við getum, þannig að maður getur nýtt sér kosti þessara tækni. Þá kynna einhverjir að spyrja, en erum við þá ekki komin á sama stað, þá allir með snjalltæki, en þau snjalltæki verða augljóslega ekki notuð í frímínútum og það hægt að stýra því mjög vel að hverju börnin hafa aðgang í gegnum þau tæki. Nú, það fleira sem kemur til í málinu. Það eru persónuverndarsjónarmið líka. Það talið vafasamt gagnvart nýrri persónuverndarlöggjöf að nemendur séu með snjalltæki með sér í skólanum, og það er auðvitað óþægilegt fyrir fólk að vita aldrei hvort það er verið að taka upp að því mynd eða hljóð eða vídeó, og hlýtur að vera á grensunni varðandi friðhelgi einkalífs. Það eru svo fleiri ástæður sem að koma til. Ég geti haldið mjög langar ræðum þetta, en það er auðvitað líka þannig að þessi tæki, að það er að segja öllu heldur samfélagsmiðlar, sem náttúrulega eru það sem máli snýst ekki tækin sjálf, heldur þeir miðlar, eru bara pínu óhugguleg fyrirbæri. Ég er búinn að lesa mig mikið til sem ég fór að skoða þetta mál, og þetta eru náttúrulega öflugustu markaðssetningar tól og í raun og veru heila þvotta tól sem að mannkynið hefur fundið upp. Þetta er ótrúleg tækni sem að byggir öll á því að sannfæra okkur gildi ákveðina hugmynda eða ákveðinar vöru. Stórfyrirtæki og stjórnmálaflokkar borga Facebook til dæmis milljarða dollara á hverju ári, og það er ekki eitthvað út í bláinn, það er til þess að hafa áhrif á fólk. Viljum við að börnin okkar hafi aðgang að þessu allan daginn í skólanum, í öllum frímínútum? Ég held að það sé mjög vafasamt. Þetta er fyrir utan alltaf klám og allan annan viðbjóð á netinu sem að þá er hægt að nálgast hvenær sem er á skólatíma. Þannig að við erum mjög sannfærð það, eða ég allavega, að það sé bara fullkomlega óábyrgt að leyfa þessi tæki á skólatíma, þó að netið sé frábært til þess að læra, þá fylgja því skuggahliðar, og það er algjörlega óábyrgt að horfast ekki í augu við þær. Takk fyrir. Takk fyrir, Sigurður. Orðið er laust, ekki bæjarráðs. Ragnar Sigurðsson, við máli gera svo vel. Ragnar. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem áhorfendur. Ég ætlaði aðeins að taka til máls undir fundargerð bæjarráðs 579 og ætla að byrja á lið 2.1. Það í svona viðaukum, þetta svo ágætis áminning á það að það kemur alltaf eitthvað óvænt upp
upp sem að er ekki hægt að sjá fyrir og vera með inn í fjárhagsáætlunum og það eru auðvitað bara tilheyrir rekstrið sem þessum að það munu koma upp óvænt áföll og það munu koma upp atriði sem að ómögulegt var að sjá fyrir en það eru þarna atriði eins og réttarholtið sem að hefur legið fyrir í talsvert mörg ára að hefur þurft að fara ráðast í viðgerðir á þakið á réttarholtinu er ónýtt og sökum þess að við höfum frestað í undanfarin ár og þá versnar alltaf ásigkomulagið er orðið erfiðar að skipta því upp verkinu þar að segja og ég held að þakið á réttarholtinu þoli ekki mikið meiri bið þannig að ég vil nú svona árétta að við gætum að því að réttarholti klárist núna á næsta ári það er eins svona átti ég nú von á því að það að fresta slíku forgangsverkefni eins og þessu sem að hefur verið forgangsraðað á vettvangi eignaskipulags- og umhverfisnefndar yrði tekið þar aftur upp sérstaklega í ljósi þess að þetta var búið að fara í útboð en það er svona annað mál en ég vildi nú fyrst og fremst vekja athygli á því að réttarholtið þolir ekki frekari bið varðandi lið 2-3 þá tek ég nú bara undir það sem kom hérna frá Sigurði varðandi ágætið þess að banna snjallsíma notkun í grunnskólum Fjarðabyggðar almennt er ég nú ekki talsmaður boð og banna en í þessu tilfelli þá held ég þetta sé gríðarlega jákvætt framfara skref og fínt að sjá þær umsagnir sem eru í samræmi við það sem við álitum þegar við settum málið á dagskrá og það var svona í anda þess sem við höfum heyrt af í gegnum skólastjórnendur það er svona út í samfélaginu heyrir maður foreldra svona ég ætla nú kannski ekki að segja að það hafi áhyggjur en maður hefur heyrt af þessum umræðum hvort að krakkarnir megi þá taka snjallsímana eða símana yfir höfuð með sér í skólan sumir nota þetta sem öryggistæki til þess að ná í börnin sín eftir skóla og þurfa að hringja heim og láta vita af sér og svo framvegis þannig að ég held að það sé svona eitthvað innlegg sem við þurfum að taka til skoðunar hvernig við útfærum og ég er ekki nokkur um að fræðslunefndin gerir það að lokum þá ætla ég að fara hérna í lið 2.6 áherslur í markas- og kynningarmálum 2019 margt gríðarlega gott þarna í kynningamálunum fyrir Fjarðabyggð mér fannst þetta svona vera kannski full mikið miðað af ferðaþjónustunni án sem ég sé að gera lítið úr því ég saknaði þess svolítið að sjá áherslur sem miða því að markasetja Fjarðabyggð sem sveitarfélag og ég held að sé komin tíma á að við skoðum það ekki síst bara eftir síðustu sameiningu maður finnur fyrir því bara fyrir sunnan og víðar að fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað Fjarðabyggð er fólk áttar sig ekki á hvaða byggðakjarnar til að Fjarðabyggð það þekkir ekki munin á Fjallabyggð og Fjarðabyggð maður hefur orðið var við að fólk ruglar þessu saman og ég held að það sé komin þörf fyrir að fara í slíkt markastarf og það helst á saman hendur við markastarf fyrir ferðaþjónustu og sérstaklega þá innlenda ferðaþjónustu það eru þetta allt öðruvísi markasetning og allt öðruvísi gagnvart erlendum ferðaþjónustu aðilum en gagnvart heimamarkaðunum og þá held ég að það sé mjög gott og við sjáum það bara þegar við erum að auglýsa gönguvikun í Fjarðabyggð og svoleiðis að það er full þörf á að fólk gerir sér grein fyrir hvar það er á landinu, hvað til er Fjarðabyggð og hvað ekki og þá líka þegar að kemur að jákvæðum fréttum í fjölmiðlum af Fjarðabyggð og annað að fólk átti sér nú á því að hvaða kjarnar til er og hvort þetta sé á Norður- eða Austurlandi
og það hjálpar okkur við að markasetja sveitarfélagi sem jákvæðan búsetukost og það markasetning í dag hefur breyst svo mikið á undanförnum árum við og maður sér að markas- og kynningarstjórinn kemur nú inn að það í þessu fína plaggi sem þarna frá honum að við getum orðið stýrt markasetningunum miklu betur heldur en hér áður og þar að leiðandi forgangsaða fjármunum á rétta staði með því að stýra kynningarmálunum á þá staði sem við teljum þörf á kynningarstarfinu til dæmis í gagnvart sjónvarsauglýsingum hér áður fyrir var nánast ógerlegt fyrir lítilega meðalstór fyrirtæki að auglýsa í sjónvarpi en núna með línulegri dagskrá hægt að velja sjónvarsauglýsingar sem eingöngu miða við ákveði landsvæði og maður sér það til dæmis í þessu þar sem að fólk kannski í þessu kjördæmi geti gert sér grein fyrir hvað Fjarðabyggð en þess fyrir utan síður og þá hægt að miða markastarfi á þau svæði sem við þurfum að markasetja okkur hvað mest fyrir og eins fésbókin og allt þetta við getum algjörlega valið hvert við sendum auglýsingarnar og stýrt þar að leiðandi fjármununum og þannig að auglýsingin skilir sér mestum árangri eftir þeim markhópum sem við erum að sækja í. Fleira var það ekki. Gafi Ragnar, fleiri hvað þessi ljóðs, ég ætla að óskilta að taka aðeins til máls einnig. Undir liðnum fundagerði bæjarráðs, aðeins í sambandi við fundagerð 578, það tilraunaverkefni í húsnæðismálum á landsbyggðinni, líkt og kom fram í máli formanns bæjarráðs áðan. Það held ég að sé að ræða mjög spennandi verkefni sem við ættum að fylgja vel eftir. Við áttum fund með Íbúðalánasjóði eða forstjóra og aðstofforstjóra Íbúðalánasjóðs fyrir eitthvað hálfu mánuði, 3 vikum síðan málefni tengd félagslegu íbúðunum á Breiðdalsvík og að samningsgera þá niðurfærslu sem á að vera þeim skuldum sem var kynnt í tengslum við sameiningakosninguna. Ákoma að sinna á þetta líka. Ég held að þetta sé við höfum farið í gegnum eins og með muna hér í fyrri bæjarstjórn, við fórum í greiningu á húsnæðismarkaðnum í Fjarðabyggð út frá stofnframlögunum sem þá voru auglýst sem snúa tekjutengingu eða sem sagt tekjum fólks og við sáum að við ættum ekki kannski mjög greiða leið þar inn í það kerfi því að 20% rétt rúmlega íbúa Fjarðabyggðar voru en tekið við með mig gátum ekki fengið það sundurliða greinir og byggðakjarna vegna persónuverndar. En þessi leið sem þá var sem hefur verið boðuð að núverandi ráðherra Ásmundi Einari að horfa til aðstæðna á landsbyggðinni þar sem frekar markaðslegur brestur munur á byggingakostnaði og söluverð og öðru slíku að það sé að fara inn í þá nýjar gerðir af stofnframlögum og geti ítt á undir marka. Við sjáum alveg þörfina hér í þessu sveitafélagi, við vitum þörfina á Fáskrúðsfirði, við þekkjum þörfina víðar hér annar staðar leiguíbúðir og þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að vinna núna krafti og fylgjast vel með hvernig mun reiða af á þessu haustþingi því að eins og við höfum allavega skilið þá mun þetta vera afgreitt þar vonandi, þessi nýja húsnæðisstefna ríkisins og þá jafnvel hugsanlega breytingar á Íbúðalánasjóði í átt að meiri húsnæðisstofnun. Þannig ég held að þetta sé þess virði að við vinnum þetta hratt og vel núna og reynum að nýta þetta hér inn á okkar svæði. Aðeins sambandi við lið 6, við vorum að ganga frá sem kannski nú minni átt af mál en ég vil nota þetta til þess að ræða stærri mál sorplosun á Breiðdalsvík, kallast þessi liður. Við vorum að taka þarna tilboði Sjónarás reyndar losun á úrgangi frá hafnarsvæðinu á Breiðdalsvík fram að áramótum því við höfum eftir að taka upp samninga okkar eða fara í gegnum samninga okkar við gámaþjónustuna í tengslu við sameiningu. Margt hefur gengið mjög vel í þessari samningsgerð og við höfum innleitt þessa auknu flokkun og við eins og það kannski séð í fjölmiðlum það sem hefur verið að senda frá okkur að við erum að auka mjög hlutfall flokkunar í Fjarðabyggð sem gott. Það mun verða okkur gríðaleg lyftistöng bæði umhverfislega og síðan náttúrulega bara til þess að minnka þann kostnað sem að þessu verður í framtíðinni því að þetta viljum við verða sem minnst. En við þurfum líka að taka núna
og ég hef átt aðeins byrja að eiga þær viðræður og við þurfum að taka þær víðar bæðin í hafnarstjórn hjá okkur og inn í eignarskipulags- og umhverfisnefnd sorpflokkun af hafnarsvæðum. Það er vilji útgerðarfyrirtækjanna, allavega þeirra sem ég tala við, að það verði svona samstarf það hvernig því sé best háttað inn á hafnarsvæðunum, auka þar samstarfið og hvernig við flokkum meira þaðan, sá úrgangur sem kemur á land þar frá skipum og fer í gáma, bæði skip sem er að koma til stuttra vistar eða eru hér með heimahafnir, að það við getum aukið flokkunina frá þeim. Ég held að þetta sé verðugt verkefni núna í vetur að gangi þetta með útgerðarfélögunum okkar stóru, að koma þessi í betra stand, þarna verði auki möguleika flokkun og þar lendi munum við þurfa að urða minna. Síðan þurfum við bara að taka heilstætt og skoða vel þennan samningu okkar við gámaþjónustuna í tengslum við Breiðdalsvík. Margt hefur gengið vel, annað hefur mátt ganga betur og ekki spurning finnst mér í því að þá finnum við leiðin núna til þess að koma völlunum okkar í það form, móttökustöðunum okkar, að þær við getum verið mannlausar og opnar alla daga, líkt og gert í Danmörku mjög víða og er náttúrulega gert á Íslandi líka, en í öðru sem mæli þar er afmarka, það er afmarka hvað þú sett í þar. Út í Danmörku erum við komin alla leið með myndavélakerfum að hafa þetta opið. Það eykur það sem fólk flokkar, það eykur líkur því að fólk fari með úrgang til flokkunar. Það er ástæða fyrir því að Öskjuhlíðin, Reykjavík og fleiri staðir þar finnast þvottavélar og víðavangi og annað slíkt. Það er því að fólk er að forðast skilagjöldin eða kemst ekki inn á stöðarnar. Og þetta er bara, ég held að þetta sé, nú munum við ganga, við höfum rætt þetta hér áður, þetta hefur verið svona ágreiningsdeinn þetta kannski út frá hollustuverndarlögunum, en ég held að þetta sé eitthvað sem getur vel leyst og við leysum þetta núna og það er líka hagkvæmni því að vera ekki með þá mannskap þar, við getum þá nýtt það til annara og betri verka. Aðeins að bregðast því sem Ragnar kom inn á með viðauka 5, ég mun mæla fyrir honum hér á eftir þetta sérstaklega, en það er rétt að Réttarholti var á framkvæmdaáætlun þessa árs, þekki það frá minni fyrir tíð í eignarskipulags- því miður þau útboð sem átt sér stað á þeirri framkvæmd voru það háa að ég ætla langt yfir kostnaðaráætlun. Það er sýnilega mikil þensla á markanum, þannig að framkvæmdastjóri sem sviðsstjóri framkvæmdasviðs ákveður að steyga tilbaka. Þetta er rétt að þetta getur ekki beðið mikið lengur, þetta þarf að fara í næsta árs fjárhagsáætlun, hvernig við vinnum að þessu. Við erum svo heppin að í Réttarholtinu er steypt plata, þannig að þetta hefur ekki áhrif á sem betur fyrir. Þetta mun mynda sveppur og byrjar að mynda sveppur í þakinu, en hefur ekki áhrif á íbúðunar, en þetta er þetta bara spurningum viðhald okkar fasteigna sem þetta gengur í gengis svona. Þannig að það var til þess að þessu var horfið frá núna, en vonandi mun það verða að við komumst í þessa framkvæmd eftir áramót og förum þetta í næstu fjárhagsáætlun. En að móti kemur þá mun þessi aðgerð hverfa út úr fjárhagsáætlun núna, en að sjálfsögðu er ekki verið að fresta þessum á ákveðin tíma. Þetta þolir ekki mikið lengri bið. Aðeins með áherslunni markaðs- og kynningamálum, ég sammála því sem kom fram í máli Ragnars að við höfum, það var fínasta samantekt sem kom frá uppsýningu kynningafulltrúa og við þurfum að skoða mjög vel þessu markaðsmál út frá þessum breyttu forsendum sem er í kynningamálum yfirleitt. Það er breytt frá þetta var nú bara annarkvort að opna í Mogganum eða DFF áður fyrr og síðan var Ríkissjónvarpið og nú hafa maður þessa gríðarlegu möguleika á ýmiss konar markaðssetningu á svo mismunandi miðlum og miðlum sem kannski miklu frekar höfða til yngri kynslóðar í dag heldur var, eins og að kynna búsetukost Fjarðabyggð, hvaða Fjarðabyggð er og svo náttúrulega alla þá möguleika sem hér er á uppbyggingu ferðaþjónustu frekar og þá aukningu ferðamanna. Þannig að það er heilmiklu möguleika undir og það er mjög gott að það sé byrjað að greina hvernig við ætlum okkur að leita inn í framtíðina, hverfa frá hennum prentað efni yfir í stafræna efni í meira mæli. Ég held að þetta sé ýmislegt undir sem við þurfum að taka vel til skoðunar og hann mun nú vinna þetta áfram og ég veit að þetta bæjarstjóri mun fylgja þessu vel eftir tengslu við hvað sem er ferðaþjónustu eða búsetu möguleikan Fjarðabyggð. Því að við viljum að okkur fjölgi og við þurfum að því að halda okkur fjölgi, þannig að við þurfum að höfða til þess við höfum alla kosti og burði til þess hér í þessu samfélagi.
En það var svona ekki fleira sem ég vildi koma inn á hér. Orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Engin hvað þessi hljóðs, ég ber þá þær upp til samþyktar að undanskildum lið 8 í fundargerð 578, þeir sem hafa samþykkja með skemerki, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við lið 8 í fundargerð 578 til umfjöllun og Ragnar Sigurðsson ætlar að fá að víkja fundi á meðan, það sem hann starfar fyrir fyrirtæki sem hér í Laxeldi og var ekki athygli á vanhæfi sínu. Þessi liður snýr að bókun bæjarráðs, og ég ætla að fá að lesa hana hér, sem við vorum öll sammála í bæjarráði. Hann væri í eðlilegu framhaldi af fyrri bókun okkar í sumar í tengslum við fiskeldi, og hún er svo hljóðandi: Bæjarráð Fjarðabyggðar vill ítreka fyrri bókun sínum útgáfu leyfa í tengslum við laxeldi, enda tafir við leyfisetningu farin að bitna mjög á þeirri starfsemi sem verið hefur í uppbyggingu í Reyðarfirði undanfarin ár. Fyrirhuguð 10.000 tonna viðbótarframleiðsla lax í Reyðarfirði hefur verið til meðferðar í stjórnsýslunni frá árinu 2012. Það er óásættanlegt að fyrirtæki sem vill fjárfesta í atvinnuuppbyggingu sé búið að vera í umsóknarferli í 6 ár án þess að niðurstaða sé í sjónmáli og virðist að greinin sitji ekki í sama borð hér og í öðrum landsfjórðungum. Eðlilegt er að sú umsókn taki mið af lögum og reglum sem í gildi eru og þeim gögnum sem þegar hefur aflað og lögð fram. Í samræmi við ályktun SSA 2018 frá síðasta aðalfundi leggur Fjarðabyggð áherslu á mikilvægi þess að skapa heilbrigt og hvetjandi umhverfi fyrir fjölbreytta atvinnuuppbyggingu í fjórðungnum. Fiskeldi getur orðið eina stoðum atvinnulífs í Fjarðabyggð og þar líkt og aðra atvinnugreinar starfsumhverfi sem er skýrt og stöðu til langs tíma. Bæjarráð Fjarðabyggðar hvetur stjórnum til þess að afgreiða þau mál sem beðið hafa afgreiðslu árabil og hafa verið tafin ítrekað á grundvelli afturvirkni og jafnvel ólögmætra sjónarmiða. Jafnframt mun Bæjarráð óska til fundi með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra málefni laxeldis í Fjarðabyggð. Aðeins til þess að fylgja þess eftir, þá eins og hefur verið rætt hér áður á fundum, menn geta haft á því ýmsar skoðanir á fiskeldi. En engu að síður hefur Ísland, eða ríkisstjórn Íslands, tekið þá ákvörðun að fiskeldi sé hér byggt upp. Það er búið að skipta þessu landi upp hvar það getur byggst upp, það er á Vestfjörðum og Austfjörðum, og það gildir reglur og lög. Það getur vel verið einhver meina stjórnkerfi sem finnist þær reglur og þau lög ekki verið eins og þau að vera, en þá skal því breytt á Alþingi en ekki tafið í afgreiðslu kerfisins, stjórnkerfisins, því að menn verða í hvaða atvinnugrein sem menn eru að geta treyst því að menn sitji við það borð sem er hverju sinni í því regluverki sem er uppi. Og það er algjörlega óásættanlegt hvort sem við fyrirtæki laxa sem hér eru og við höfum átt gott samstarf við eða önnur þau, að menn séu með sín mál í umsóknarferli svo árum skiptir og ég vil vísa til þá einhvers konar raka sem hafa verið lögð fram núna á síðustu metrónum sem ekki er svona vísindarlega sönnuð eða vísindarlega styrt. Þannig að við verðum að geta treyst því að þessi fyrirtæki líkt og önnur gangi að borðinu á sömu forsendum, og það er þetta grundvallarkrafa sem við viljum gera sem sveitarfélag til hins opinbera stjórnkerfis að það sé. Og við munum núna, erum núna að höfum býð eftir hvenær við getum fundað með sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem fer með þennan málaflokk, vonandi þá ekki síðar en í tengslum við kjördæmaviku sem er núna aðra viku hérni frá, að það sé þá allavega svo umræða tekin þegar við viljum fylgja eftir. Það er ekki hægt að láta þessa atvinnugrein bíða hér í óvissu með þá algjörlega allt sitt stopp með frekar uppbyggingu og þá fjárfestingu sem undir er. Við getum ekki liðið það frekar heldur en í öðrum atvinnugreinum, þannig að þetta er algjörlega brýnt að við þessu verið brugðist nú við fyrsta. Þannig að svona vildi ég fylgja þessu eftir, orðið laust þennan lið fundagerðar. Engi hvað sljóðs, þá ber ég upp lið 8 í fundagerð 538, þess að hann sagði ekki vinskiða merki, hann sagði þetta með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar Sigurðsson ganga aftur í sal, þannig að hói hann í Hjördís hann er frá, og þá förum við næst í lið 3, það er eigna skipulag- og umhverfisnefnd, fundagerð 213, óvunlega fái liði með við þá getur nefnd öllu jöfnu. Veit eitthvað hvað þessi ljóð sem hana? Svo er ekki, þá byrjum við til samþættar þess að hann sagði ekki skemerki, hún er sagði með 9 atkvæðum. Þá er það fundagerðir Hafnarstjórnum með 202 og 203 og leiði ég opna mælendarskrá óskættir að taka til máls og aðeins að fylgja eftir svona nokkrum atriðum. Hafnarstjórn fór á fundi sínum 202, við heldum þann fund á Breiðdalsvík, fórum á undan skoðanaferð hafnarsvæðin á Fáskrúðsfirði, Stöðvarfirði og Breiðdalsvík
og svona yfir þær framkvæmdir sem verið hafa þar og þær framkvæmdir sem þurfa að koma inn í framtíðina og var bara fín ferð og gott að vera á vettvangi. Við höfum að taka svo aðra svona ferð hér í norður, taka Reyðarfjörð og Eskifjörð og Norðfjörð og Mjóafjörð. Við vorum reynda þar vel flest og Hafnarstjórn ferðin í vor, þannig að við erum nokkuð vel upplýst þá höfn sem þar eigum og það sem við þurfum að gera þar. Á þessum fundum líka fórum við svona aðeins yfir fyrir konar styrkveitingar. Við höfum svona verið að velta því aðeins upp að Hafnarstjórn hefur verið að styrkja ákveðna atburði í sveitarfélaginu, hvort við höfum að fela það í hendur kannski menningar og nýsköpunarnefndar ákveðið fjármagn og að þau taki það þar inn í sína umbjóðs. Þetta er svona eitthvað sem við þurfum að ljúka í fjárhagsáætlanirnar, við höfum ekki tekið ákvörðun um þetta ennþá. Svo aðeins á fundi 203, þar vorum við að fara yfir stöðuna. Það er annað svona kannski mál sem hvílir á stofnunum þar, því að hér vorum við þar að fjalla annan áfanga að stækkun Mjóarahafnar. Það kom hér daginn hið hollenska dýpkunarskip sem mann ekki heitir en fyrirtækið Jan de Nul og kom hér við. Þeir eru hér enn við strendur, þeir dældu hér upp efni í stækkunina og við hefðum hugað að nota það frekar, en það strandar enn á leyfisveitingu. Við höfum verið með leyfisveitingu og efnistöku sjó við Eyri mér á Reyðarfirði. Núverandi leyfi að verða full nýtt og við höfum fyrir 6 mánuðum, ég held ég sé ekki verið fleipur í þeim önum, fórum fram á auki leyfi þar. Á bakvið þessa leyfisveitingu liggur mikið magn gagna, rannsókna og fleira. Við höfum farið í gegnum mjög ítarlegan feril. Það er ekkert gullgrafaraði þessum efnistökum sjó lengur. Þetta svæði hentar ákvæmlega verið efnistöku, hefur komið fram í þeim rannsóknum sem gerði voru á þeim. En því miður þá býðum ennþá eftir því að Orkustofnun klári sinn hluta til Skipulagsstofnunar og það er gríðarlega sérstakt að það hafi tekið allan þann tíma. Sérstaklega sem við fara fram á endurnýjun og leyfi sem búið að úrskurðum áður. Og hafnarstjóri og bæjarstjóri hafa verið að fylgja því máli eftir og muni gera það. En ekki á nokkurn hátt ætla ég að draga úr þörf þess að eftirlit sé með þessu eins og öðru, en að það sé þá unni á þeim hraða sem eðlilegt er en ekki svo mánuðum skiptir. Það sé geta að fá úrlausn sína mála. Ef stofnanir eru svona gríðarlega manna þá þarf að skoða það eða skoða það hvernig verklag innan þessar stofnana. Jafnframt fórum við yfir, við erum núna að vinna að því og munum skoða það frekar. Við þurfum að fara í því miður viðgerðir út á Norðfirði á stálþili á inn við frystigeymsluna, fiskiði verið á Norðfirði. Það er verið að skoða þær lausnir núna og við munum fjalla það áfram frekar. Jafnframt því sem við samþykktum einnig að ganga til samninga steypa upp þekju við nýja bryggju sem verður við tengslum við byggingu nýra netagerðar á Norðfirði. Það var afgreitt og ásamt því að við fórum í auknar grjótvarnir út á Eskifirði. Við fluttum til fé innan liða hjá okkur og viljum endilega reyna að klára það grjótvarnir sem mest. Eskifjörður og svo sem eins og aðri staðir var þetta verst úti í því vonda veðri sem hér er yfir fyrir 2 eða 3 árum síðan milli jól og nýjárs og er mjög nauðsynlegt að það grjótvarnir séu lokið og þannig að Hafnarsjóður tók það ákvörðun um að setja í það aukinn kraft núna og reyna að ljúka því á þessu ári. Þá jafnframt tók Hafnarsjóður þá ákvörðun að fara í að auka þjónustu við smábáta og bæði á Breiðdalsvík og á Norðfirði. Við samþykktum að kaupa löndunarkrana á báðum þessum stöðum. Það voru mjög brýnt á Breiðdal og eins á Norðfirði. Báði kranið þar, annar kranið þar voru orðin afskaplega slitinn og hafði ekki orðið undan því magnins þar landað. Þannig að Hafnarstjórn sagði þetta ganga í þá fjárfestingu núna þannig að þeir vera vonandi konir hér í gagnið eftir svona cirka mánuð, 1,5 eitthvað svoleiðis. Þannig að það var ýmislegt þess að Hafnarstjórn hafði fyrir stafn og fundur sínum. En fleira var ekki, orðið laust hundikir hamstunar. Engin kveðs hljóð sem ber upp til saðendar, þeir saðendar með 9 atkvæðum. Það var að funda að gera fræðslöndum með 59, orðið laust hana. Engin kveðs hljóð sem ber upp til saðendar, hún er saðend með 9 atkvæðum. Þá var að funda að gera menningar og nýsköpunarnefndar númer 3, orðið laust hana, vil engin kveðs hljóð. Svo verðist ekki verið ber upp til samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var að funda að gera íþrótt- og tómstundunefndar númer 51, orðið laust hana. Pálína Margeirsdóttir hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Pálína.
Já, forseti, bæjarstjóri og aðri gestir. Mér langaði aðeins að fara hérna yfir lið 8.1 í fundagerð íþrótta- og tómstundanefndar. Við sem sagt nefndin fór í heimsókn í íþróttahúsið á Reyðarfirði, eða íþróttamannvirkin á Reyðarfirði. Byrjuðum þar og ég er örugglega ekki að segja ykkur neina fréttir því eins og við öll vitum þá er náttúrulega bara eins og þar, eins og annars staðar í eignum Fjarðabyggðar, það er náttúrulega komin tíma á ýmislegt. Og ég held að sé mjög nauðsynlegt fyrir okkur bara svona næstu 2 árum kannski að fara að móta okkur svolítið stefnu. Við erum núna í leikskólabyggingum sem við vitum að eru næstu árin og svolítið þurfum að fara bara yfir það hvar verður þörfin þegar það er búið því að það er mikil þörf og við vitum bara eins og til dæmis hér á Reyðarfirði það sem er verið að taka gólfið af, núna er þetta til dæmis sundlaug, eftir sem gólfið er tekið oftar af og sett á þá skemmist einhvern veginn alltaf gólfi meira þannig að eftir kannski ekki rosalega mörg ár þurfum við að taka ákvörðun það hvort að við ætlum að kaupa nýtt gólf til að vera millifæra eða hvort við ætlum annarkvort að hafa þetta bara íþróttahús eða sundlaug. Og það er ekki bara hér, heldur bara, þú veist, þetta fyrsti staðinu sem við heimsækjum sko. Ég hef nú komin í íþróttahús á Eskifirði og víðar og það er alltaf eitthvað sem við þurfum að fara að huga á. Þannig að það væri rosalega brýnt fyrir okkur að fara og líka bara í rauninni eins og hér að fara að móta okkur eða búa til skipulag í kringum grunnskólan, leikskólan og íþróttamannvirkin. Bara hvað við sjáum fyrir okkur til næstu, 20 ára eða. Þegar við vorum búin að skoða hérna íþróttamannvirkin þá fórum við í félagsmiðstöðina Sveskjuna og þetta er náttúrulega þetta er rosalega fallegt gamalt hús með mikla sögu en sem húsnæði fyrir félagsstarf barnan okkar veit ég ekki alveg hvað ég á að segja en það er náttúrulega eins og sko sjarminn við það að vera í einhverjum svona gömlum húsum út í bæ fyrir þess að krakka er náttúrulega oft það að þá fá þau meira að gera heldur en ef þetta er inn á einhverjum stofnunum sem að eins og við tölum bara um skólan okkar eða annað þá fengjum við kannski ekki þetta vald að vera að mála mikið veggi og annað en þetta er ekki mjög hentugt þannig að við þurfum sennilega að huga því líka svona og erum náttúrulega að byrja að huga því hvernig við ætlum að hafa það í framtíðinni. Síðan langaði mig aðeins að koma inn á lið 8.3 en það er sem sagt starfshópur sem mennta- og menningarmálaráðherra skipaði hann var að skila af sér og þetta var sem sagt í kjölfar MeToo í yfirlýsingu íþróttakvenna og hópurinn hefur skilað af sér tillögum og mér langar bara aðeins að fara yfir það tillögu sem snúa að sveitarfélögunum og það er sem sagt að sveitarfélög áskili sér rétt til þess að skilyrða fjárveitingar til íþrótta- og æskulýðsfélaga við að félögin setji sér siðareglur á viðbragðsáætlanir. Sveitarfélög stuðla að fræðslu þjálfara, starfsfólk og annarra sem koma að daglegu starfi félagana ofbeldi, kynferðislega áreitni, kynferðisofbeldi og hvernig eigi að bregðast við því. Með vísan til jafnréttissjónarmiða verði hnykkt á því að stjórnendur í íþrótta- og æskulýðsstarfi beri sérstaka ábyrgð á því að allt starf sé skipulagt með jafnrétti að leiðarljósi og þegar samninga verða endurnýjar verði sett inn ákvæði sem setja skyldur á félögin að hafa skýra og virka jafnréttis og aðgerða áætlun. Sveitarfélög bjóði íþrótta- og æskulýðsfélögum aðstoð í formi fagþekkingar bæði við gerð viðbragðsáætlun og eftirfylgni og eins aðstoð við úrvinnslu mála til dæmis með því að bjóða fram fagfólk frá félagsþjónustu eða öðru stuðningskerfi. Það voru náttúrulega töluverðar umræður innan nefndarinnar þessi málefni og þetta er sko eins og oft er því að þó við séum orðin rúmlega 5.000 þá erum við náttúrulega svolítið dreift og innan okkar raða eru náttúrulega 30 íþróttafélag. Þannig að við sáum svolítið fyrir okkur að við og ætluðum að leita til ungmenna og íþróttafélags Austurlands það það væri þá allir að fylgja eftir því sama, ekki að hvert einasta félag sem við eigum fara að búa sér til einhverja reglur. Einnig var nefndin svo nokkuð sammála það að við verðum náttúrulega bara að hafa einhvern einn sem er hringt í og tekur á málinu. Við erum ekki að fara að hafa einn í hverju einasta félagi sem á að taka á einhverju máli. Eins og svolítið fylgdi með, eins og það væri svoleiðis, eins og svolítið miðað kannski að stærri félögum og stærri sveitafélögum. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við vöndum okkur vel við þetta sé eitthvað sem virki, því að það er ekki nóg að eiga bara eitthvað falleg orð á blaði, þau verða líka virka þegar á reynir. Þannig að við fólum íþrótta- og tómstundafulltrúa að vinna þetta mál áfram. Takk. Takk fyrir Pálína. Þetta er orðið tíma töluð. Orðið er laust fundagerð tómstundarinnar. Ragnar Sigurðsson gerði svo vel.
Örstutt varðandi lið 8-1 úr fundargerð íþrótt- og tómstundanefndar. Ég fagna því að nefndin hafi farið í heimsókn í íþróttahúsið á Reyðarfirði og hérna sveskjuna. Það er ekki vanþörf á því að kíkja yfir þá húsakosti. Og ég tek alveg undir með Pálínu að það þarf að fara á einhverjum tímapunkti og gera þarfagreiningu á þessum íþróttamannvirkjum sem við höfum, og það þarf auðvitað helst svo sem saman hendur við þær fjárfestingar sem við erum í dag en svona fljótlega, þannig að við getum síðan fara að marka stefnu og hvar svona við ættum að hefja uppbyggingu í þeim efnum þegar að svigrúm skapast. Það er hins vegar þannig varðandi íþróttahúsið hér á Reyðarfirði að það er ekkert aðgengi fyrir fatlaðara. Það er svona hlutur sem að þolir vart bið og gæti nú til dæmis ekki bið eftir þarfagreiningu. Og svo er bæði íþróttahúsið hérna á Reyðarfirði og Norðfirði, tímaúthlutarnir eru bara sprungnar. Það er þétt setið alla tíma húsins og það þarf þá að fara að skoða það hvað við ætlum að gera gagnvart þeim hópum sem ekki komast að og hvernig á að velja hverjir komast að í íþróttahúsin og svo framvegis, sko, því að hérna þetta er nú þegar orðið vandamál. Og gagnvart sundlauginni í íþróttahúsinu á Reyðarfirði að þá hérna held ég að sé nú alveg komin tími til að við tökum umræðu það. Ég veit ekki, svo sem innan skólans náttúrulega til þess að byrja með og svo eitthvað út í samfélagi, sko, hvort að það sé ekki komin tíma að við förum að hefja skólaakstur í sund og fara þá með börnin í sundkennslu á Eskifjörð. Ég held að þetta sé orðið barnsins tíma að vera með sundkennslu með þessum hætti og ekki sé hægt að hefja íþróttastarf á Reyðarfirði fyrir í október vegna sundkennslunar. Ég held að krakkarnir kalla sjálfur eftir því að fá að fara í almennilega sundlaug og hérna þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem þarf bara að gera. Auk þess hún sko virkilega lítið notuð fyrir utan þá tíma sem að fara í sundkennslu og það er hérna, þannig að ég held að þetta sé bara einhver ákvörðun sem þarf að taka en auðvitað með einhvers konar eðlilegur umræð, en ég er ekki nokkrum vafum að hérna flest allir hér á Reyðarfirði séu sammála mér í þessum efnum. Fleira var ekki, takk. Fleiri kveður hljóðsundir fundargerð íþrótt- og tómstundanefndar. Svo verðist ekki verið berunni til atkvæða eins og hann sagði ekki. Svo þetta með 9 atkvæða. Þá erum komin liðin almenn mál. Það er fyrst fjárhagsáætlun 2018 viðauki 5 sem við það komið hér inn áðan í umræðum aðeins frá undir fundargerð bæjarráðs. Ég mun nú mæla fyrir viðauka 5 við fjárhagsáætlun. Þetta kom fram að það er fagnaðarefni ef viðaukarnir hafa lág númer. Þeir verða ekki margir á hverju ári. En það er eins og þannig að því miður er ekki hægt að áætla allt í fjárhagsáætlunargerð þó menn fari inn í þá vinnu þannig, þá geta alltaf komið upp óvæntir atburðir og við svo sem vissum að í tengslum við sameiningu að þá myndi einnig þurfa að gera ráðstafanir og verkefni. Hér er ekki einungis verkefni til kostnaðarauka, hér er einnig verkefni sem annars verður ekki hægt að ráðast í á þessu ári sökum ýmissa sökum aðra utanakomandi aðstæðna eða svo að hér er ekkert verið að veita fé frá jöfnunarsjóði í tengslum við sameininguna og eins samninga á rétta staði hjá okkur inn til, ekki segja debit og kredit, það er svona einfaldast. Þannig að viðauki 5 tekur á nokkrum málum, ég ætla bara að fara yfir þau, bæjarfulltrúar hafa séð viðaukan, að skýringar fjármálastjóra sem hann lagði fram. Það er fyrst náttúrulega við erum að taka til að það var ákveð að ráðast í nokkuð verkefni til innviðauppbyggingar í Breiðdal sem koma með framlögum og jöfnunarsjóði. Því þarf að þau dreifast bæði í rekstur í sameiginlegum kostnaði, framkvæmdum í eignis- og hafnarsjóði og svo framlag til lækkunar skuldeinni, þannig að við þurfum að færa þau til. Þannig að við erum að balansera það innan þessara málaflokka. Við lækkum lántökur ársins sömuleiðis 100 milljónir í fjárhagsáætlun þess árs var gert ráð fyrir 200 milljónir króna lántöku
en við lækkum hann 100 milljónir með að móti skuldajöfnuna framlagi fyrstu greiðslu þar. Það er einnig verið að ganga frá, við gerðum samningu upphafi árs við velferðarráðuneytið móttöku og stuðning við flóttafólk. Samningunum upphafi 64 milljónir eða tæpa 65, hefur ekki áhrif á nettó fjárhagsútgjöld hér, en þarf að koma inn sem tekjur og gjöld í félagsþjónustu. Við þurfum að mæta aukinni því miður auknum þörfum, útgjöldum fjárhagsaðstoð og barnavernd, það hækkar 21 miljón króna. Sömuleiðis þannig verið að breyta í sambandi við samþykktum daginn lækkun verði skólamáltíð með leik- og grunnskólum. Síðan var aukning í sumar af fjölda barna sem sóttu vinnuskólafélagsbeðar sem var breyting frá fyrri árum. Það sem var meiri frambóða vinnu og færri sóttum hjá okkur. En kostnað vegna sem það hefur verið metnaðarmál bæjarstjórnar í tíðina að við tökum mótið þeim sem þurfa að vinna á sumrin. 7,6 hafði viðbóta samningur rekstur sjúkraflutninga á Breiðdal og Djúpvogi. Hann er fjármagnaður framlagi frá HSA en þarf að koma inn sem tekjur og gjöld. Snjómókstur hjá okkur var mjög hár á þessu ári. Við erum búin með það framlag og rúmlega það og þurfum að gera það fyrir því hann hækki 27. Það er einnig að loka grunnum á Eskifirði, bygging og flutningur lúðushúsi, það er framkvæmdi við nýja götu í Hesthúskverfinu Kolli á Reyðarfirði, riftur á samningi sölu á Strandgötu 65 og endurkaup á því húsi sem er áætlunarkostnaður 5,4. Svo kemur á móti að eins og áður kom fram að við getum ekki getur orðið að þakskiptum á Réttarholti 1-3 á Reyðarfirði núna, þannig að sá kostnaður er bakfærður, var áætlaði 40 milljónir og því lækkar áætluð fjárfesting félagslegra íbúða. Og jafnframt byggingu vélageymslu í Oddsskarði vegna skipulagsmála þá getum við ekki farið í þá framkvæmd eins og ætlað var á síðustu því miður fyrir komandi vetur því að það er nú víst að bresta á, það er farið að grána í fjallatoppa. Þannig að samandregin hafa þessi áhrif eða þessi viðauki fyrir áhrif þau áhrif að tekjur aðalsjóðs vaksa 295 eða tæpa 296 milljónir, útgjöldin hækka 191 og rekstrarniðurstaða ársins battar 90 milljónir. Framkvæmdir eignasjóðs hækka 106 og tekjurnar 20 milljónir, því hækka fjárfestingar 86. Síðan er framkvæmdir hafnarsjóðs hækka 1,5 milljón, svo aukningur í fjármögnum lækkun á viðskiptakröfu. Framkvæmdir félagslegra íbúða lækka 40 milljónir og síðan er lántaka ársins lækkar 100 milljónir frá núverandi fjárhagsáætlun. Handbært fé aðalsjóðs mun lækka sem nemur 57 milljónum rúmum vegna þess að miðauka verður 189 milljónir tæpar í árslok 2018. Og síðan fylgdu þessu nánari sundurlun á einstökum liðum. Þannig að þetta er svo hljóðandi við viðauka 5, orðið við viðauka 5. Engin guðis ljós, ég ber hann eftir saðan þess mann saðan ekki að finnst merki, hann saði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum komin í liðin erindisbréf safnefndar, þetta er síðar umræða. Það sem kom hér fram, safnefnd er undirnefnd menningar og nýsköpunarnefndar í ný nefnd sem var stofnað til eða undirnefnd sem stofnum var til að fara með safna mál í svona ljósi þess umfangsmikla málaflokks sem hér er. Það sem ég hef mun leggja til hér við síðar umræður að verði örlítið breyting á. Það var engar athugasemdir komum við það sem upp var sett. Safnefnd á að fara með málefni safna og bókasafna. Jafnframt að málefni sagnaritunar sem hefur verið málaflokkur hjá okkur sem er svona unnin rólega og samhliða. Það er unnið að ritun Súðu Fáskrúðsfjarðar núna hefur verið síðustu ár. Og síðan er hort til þá áframhaldi sagnaritunar í framtíðinni en þessi málefni fylgi safnarnefnd einnig úr menningar og nýsköpunarnefnd. Þetta er svona þetta sé samofið þessum hlutverkin safnarnefnd á að fara með. Þannig að sú breyting verði á erindisbréfinu að öðru leyti ekki aðrar vill einhver þessi ljósum þetta. Svo er ekki þá byrjað til safnarnefndar. Þá er erindisbréf safnarnefndar samþykkt með þessum breytingum á málefni sagnaritunar fall undir erindisbréf nefndarinnar. Þá erum við komið hér í svona, ekki segja þetta sé loka spretturinn að uppfæslum regla og handbóka bæjarritar hristir höfuð, þetta er ekki búið. Í tengslu við sameiningu Fjarðabyggðar og Breiðdalshrepps þá þetta farið gegnum gríðarlega mikla vinnu og það þekkja mér þetta hér í nefndum og bæjarráði og víða að samtvinna þessar reglur okkar við því nýja sveitafélag. Og ég er að fara í slíkan lestur núna. Það er fyrst móttaka nýrra nemenda í leik- og grunnskólum Fjarðabyggðar. Fræðslunefnd fór yfir og leggur til að unnið verði til gildandi handbók Fjarðabyggðar móttöku nýrra nemenda í leik- og grunnskólum með lítisháttar breytingum sem voru aðalega orðalags tengdar.
Bæjarráð samþykkti reglurnar af sitt leyti og vísaði hér til umræðu og afgreiðslu í bæjarstjórn vill einhver þessi hljóðsum. Svo ekki, þá ber eftir samþykktar. Það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá eru úthlutunarreglur og tímafjölda til leikskóla. Fræðslunet leggur til að gildandi reglur Fjarðabyggðar úthlutunarreglur og tímafjölda til leikskóla verði samþykktar óbreyttar. Bæjarráð samþykkti þessar reglur vill einhver þessi hljóðsum þær. Svo ekki, ber eftir samþykktar. Það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá eru reglur fyrir frístundaheimili í Fjarðabyggð. Í ár voru gefin út metnaðarfull markmið og viðmiðun gæði starfs- og frístundaheimilum og vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Fræðslunet leggur til umtalsverðar breytingar á gildandi reglur frá 2003 fyrir frístundaheimili en nýjar reglur taka mið af nýjum markmiðum og viðmiðum. Bæjarráð samþykkti þessar reglur, lengu þessi ljós. Svo ekki að byrja upp, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá hér komin reglur afskrift til krafna. Þetta eru reglur sem kröfur Fjarðabyggðar hvernig því skuli haldi og hvernig það skuli að því staði þurfa að afskrifa slíka kröfur. Bæjarráð, reglurnar voru lagðar óbreyttar fyrir bæjarráð til staðfestingar sem staðfestar orðið laust lengur þessi hljóðs. Svo ekki bara eftir samþykktar með 9 atkvæðum. Þá innkaupareglur Fjarðabyggðar. Hér búið að sameina innkaupareglurnar fyrir hið sameinaða sveitarfélag. Reglurnar voru lagðar óbreyttar fyrir bæjarráð frá fyrir reglum innkaup. Við fórum í gegnum heilmikla skoðun á þessu í fyrra minni mig í breytingum og innkaupareglum út frá lögum og reglum þar að leiðandi. Orðið lausturreglunar, engin þessi hljóð sem ber eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá eru reglur styrkveitingar til greiðslu fasteignaskatts í Fjarðabyggð vegna sameinaðs sveitarfélags. Þarna verið að taka á þeim sem reka íþróttamannvirki, björgunarstarfsemi og annað slíkt sem rétt á að fá endurgreiddan fasteignaskatt. En annars það sem fasteignaskatt má ekki fella niður samkvæmt lögum. En við höfum komið á móts við þá sem reka slíka starfsemi með þessu. Þær eru lagðar hér fram óbreyttar vill einhver þessi hljóðs. Svo ekki. Þær eru borðað eftir atkvæða, þær eru samþykktar með 9 atkvæða. Þá eru reglur styrk í tengslum við atvinnuuppbygging til að endurgera gamalla hús og fasteigna í eigu Fjarðabyggðar. Þær eru óbreyttar á fyrir reglum sem verið hafi gildi í Fjarðabyggð nokkuð ára skeið vill einhver þessi hljóðs á þær. Svo ekki ber eftir atkvæðslu þess að það saði ekki við sig ekki merki, samþykktar með 9 atkvæða. Þá eru reglur ferðakostnað starfsmanna á vegum Fjarðabyggðar. Þetta eru óbreyttar reglur sem verið hafi gildi hjá okkur nokkuð langt skeið ferðakostnað starfsmanna Fjarðabyggðar og taka þá til sameinaða sveitarfélags vill einhver þessi hljóðsum þessar reglur. Svo ekki, þá byrja eftir samþykktar, það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá hér næst 19. liður sem tillaga skipan stjórnkerfisnefndar. Eins og með þekkja þá leggjum við fram í bæjarstjórn tillögu það að bæjarráð verði skipað sem stjórnkerfisnefnd til þess að fjalla endurskoða og koma með tillögur breytingar á stjórnskipulagi verði það niðurstaða bæjarráðs. Markmið endurskoðunar að skoða hvort að auka með skilvirkni, hagkvæmni og framþróun í rekstri og starfsemi Fjarðabyggðar. Með reglum millibili höfum við farið í gegnum okkar stjórnkerfi, við teljum það sé þörf núna einnig, eins og ofta áður að fara yfir það. Með þessu erum að veita bæjarráði það umboð að gangi þá vinnu sem kemur svo hér inn til umræðu og afgreiðslu hjá bæjarstjórn. Lengur þessi ljósmennstillögum, svo ekki, ég ætla að byrja til samþykktar og hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá hér komin lið 20 sem ég tók inn með afbrigðum hér. Það sem sagt breyting á varamanni á landsþing Sambands sveitarfélaga hjá Sjálfstæðisflokknum. Írunn Pála Skaftóttir var kjörin varamaður á landsþingi hér á fundi bæjarstjórnar í vor en getur ekki sinnt þeirri skyldur sinni núna, þannig að Ragnar Sigurðsson komið til að hann verið kosin varamaður á landsþing í Sjálfstæðisflokkin. Ég ber þessi tillögu til samþykktar þess að hann saði ekki með skeiðmerki. Hún saði með 9 atkvæðum. Þá dagskrá fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar í dag tæmd. Og næsti fundur hér 4. október. Þannig að til hans verður boðað með dagskrá, annars bara þakka ég kærlega bæjarfulltrúum fundarsveitina og segi fundi slítir.